Það viðurkennt að ólögmætt samráð fyrirtækja hefur mjög skaðleg áhrif á samkeppni og rýrir leið lífskjör almennings. Skaðinn birtist í því að kaupendur vöru eða þjónustu greiða hærra verð þegar keppinautar hafa með sér samráð en þar sem heiðarleg samkeppni fær að njóta sín. Samráð hefur oft einnig í för með sér lakari þjónustu. Þá verða aðföng fyrirtækja dýrari og þegar til lengri tíma litið dregur það úr samkeppnishæfni atvinnugreina þannig að atvinnutækifærum fækkar. Já, rannsóknir OECD sýna fram á að skaði þjóðfélagsins af ólögmætu samráði getur numið 20% af umfangi þeirra viðskipta sem að samráðin til. Þetta eru gríðarlega háar tölur. Aðrar rannsóknir benda til að skaðinn geti jafnvel verið enn meiri. Velta þeirra fyrirtækja sem samkeppnisyfirvöld hafa sektað fyrir ólögmætt samráð nemur 250 milljörðum króna. Skaði þjóðfélagsins nemur 20% af þeirri veltu eða 50 milljörðum. Það hærri upphæð en árlegur rekstrarkostnaður Landspítala Háskólasjúkrahúss. Samkeppnislög banna allt samkeppnishamlandi samstarf milli fyrirtækja. Slíkt samstarf getur átt sér margs konar birtingarmyndir. Keppinautar geta brotið samkeppnislög með því að semja verð eða verðlag, álagningu, afslætti eða önnur viðskiptakjör. Og hvers konar takmörkun eða stýring á milli keppinauta á framleiðslu líka bönnuð í samkeppnislögunum. Og sama má segja tilboðsgerð. Það sé að þegar verkefni vörukaupa þjónusta hefur boðin út, þá mega bjóðendur ekkert sammælast það hvernig boðið í og keppinautar mega heldur ekki skipta með sér mörkuðum eftir til dæmis viðskiptavinum eða landsvæðum. Og þá getur það líka verið brot á samkeppnislögum þegar að heildsali og smásali semja bindandi endursöluverð á vöru eða þjónustu. Ólögmætt samráð á sér ekki bara stað með formlegum samningum. Menn geta brotið samráðsbann samkeppnislaganna með ýmiss konar óformlegum samskiptum eins og tölvupóstum eða jafnvel símtölum. Og það í rauninu öll samskipti, það sé allt form samskipta sem fellur þarna undir. Ef það tekst að sanna samskipti milli keppinauta sem að lúta takmörkunum á samkeppni, þá getur það brotið samráðsbann samkeppnislaganna. Og að sama skapi mikilvægt að fyrirtæki hugi að því að það sé ekki bara hálfsagan sögð í skjalfestum samskiptum, þannig að samskipti sem í raun eru saklaus að þau líti ekki út eins og samráð. Ólögmætt samráð fyrirtækja með alvarlegustu brotum sem hægt að fremja á vettvangi þeirra. Þess vegna liggja ströng viðurlög við samráði. Þannig getur samkeppniseftirlitið lagt háar sektir á fyrirtæki vegna þessa. Í sumum tilvikum hafa sektir í einu máli numið hundruðum eða milljörðum króna. Árið 2007 þá var viðurlag ákvæða samkeppnislaganna breytt þannig að viðurlög gagnvart einstaklingum þau voru hert á þann hátt að núna liggur alltaf 6 ára fangelsi við brotum gegn samráðsbanni laganna og þetta sami refsirammi og gildir til dæmis fjárdrátt og þjófnað samkvæmt almennum hegningarlögum. Ólögmætt samráð fyrirtækja mjög skaðlegt neytendum, atvinnulífi í heild sinni og samfélaginu öllu. Í eðli þessara brota felst að þau fara mjög lengt. Þess vegna hafa stjórnvöld leitað leiða til að hvetja fyrirtæki og starfsmenn þeirra til að stíga fram og greina samkeppnisyfirvöldum frá þátttöku þeirra í brotum. Hafi fyrirtæki frumkvæði að því að upplýsa brot sín, getur það fengið sektir felldar niður að öllu leyti. Stígi fyrirtæki fram eftir að rannsókn hafin og liðsinni samkeppniseftirlitinu umtalsvert, getur það fengið verulega lækkun á sektum. Á sama hátt geta einstaklingar komist hjá refsingu með því að gefa sig fram við samkeppniseftirlitið og greina frá broti. Á grundvelli þess getur samkeppniseftirlitið ákveðið að kæra ekki viðkomandi einstakling til lögreglunnar. Það ekkert grín að taka þátt í ólögmætu samráði. Ólögmætt samráð sjaldnast vinafagnaður. Það einfaldlega þannig að fyrirtæki þau treysta ekki hvort öðru þótt þau sjái tækifæri í samstarfinu. Þetta þýðir líka að hvenær sem þá geta hinir aðilar samráðsins séð hag sinn í því
að tilkynna brotið til Samkeppniseftirlitsins og þannig komast hjá sektum, fá þær lækkaðar niður eða komast hjá kæru til lögreglu. Á heimasíðu Samkeppniseftirlitsins að finna nánari reglur og upplýsingar hvernig hægt að bera sig að við að tilkynna Samkeppniseftirlitinu brot og fá þannig niðurfellingu sektar eða komast hjá refsingu. Einnig getur verið skynsamlegt að leita ráði hjá lögmanni þetta. Hann getur eftir atvikum haft milligöngu fyrstu samskipti við Samkeppniseftirlitið. Þessi úrræði standa þér til boða ef þú eða þitt fyrirtæki hafa gerst brotleg við samráðsbann samkeppnislaga. Fyrst og síðast ber okkur öllum að vinna saman að því að uppræta þessa meinsemd þar sem henni hefur skotið niður. Ef þú ert starfsmaður fyrirtækis og þig grunar að það sé þáttakandi í ólögmætu samráði eina ábyrga leiðin fyrir þig að tilkynna það. Þú getur snúið þér beint til Samkeppniseftirlitsins eða sent eftirlitinu ábendingu í gegnum heimasíðu þess.